Senn líður á jólum, þessi tími þegar við minnumst fæðingu frelsara okkar Jesú. Í Gamla testamentinu eru margir spádómar Jesú og því langar mig að rifja upp nokkra af þessum spádómum Messías og þá sérstaklega varðandi atburði í kringum fæðingu hans og þjónustu. Og kannski held ég svo áfram í vor páskana og segi frá öðrum spádómum varðandi fórn hans á krossi, hver veit. En bækur Gamla testamentisins innihalda mörg vers Messías, allt spádómar sem að Jesú Kristur uppfyllti. Og Salmur 22 segir til dæmis frá krossfestingu Jesú það bil 1000 árum áður en Kristur fæddist. Löngu áður en Rómverjar höfðu stundað þessar aftöku aðferð. Nú eftir upprisu Krists tóku predikarar Nýja testamentisins að lýsa því yfir að Jesús væri Messías, sá sem Ísraelsmenn höfðu beðið eftir svo lengi með eftirvæntingu. Og Pétur segir meðal annars í ræðu sinni á hvítasunnudag: með öruggri vissu vitið þið öll Ísraels ætt að þennan Jesú sem þér krossfestuð hefur Guð gjört bæði að drottni og Kristi. Og það vafðist ekkert fyrir þeim að Jesús Messías. Og það vafðist ekkert fyrir þeim vegna þess að spádómarnir segja okkur hvar hann myndi fæðast, hvernig hann myndi fæðast, hvernig hann myndi alast upp, hvað hann myndi segja og hvernig hann myndi deyja. Og þú hefur jafnvel fjölda mynda sem yrðu notaðir til þess að svíkja hann þarna í spádómunum Messías. Og veistu hverju samanlagðu tölfræðilegar líkur á því að allir spádómarnir rætist í einu manni á einum tíma? Það svo stórkostlega tölfræðilegar ólíklegt að hugur okkar getur ekki unnið úr því. Of stórbrotið til að geta gert sér það í hugarlund. Við höfum þetta fyrirheit í Míka að hann skyldi vera fæddur í Betlehem, eins og segir í kafla 5 og vers 1. Og þú Betlehem Efrata, þótt þú sért einna minnst af hérasborgunum í Júda, þá skal þú frá þér koma sá vera skal drottnar í Ísrael og ætterni hans vera frá umleiðinni öld frá fortíða dögum. Takið eftir hversu nákvæmlega því lýst hér hver fæðingarstaður hans skuli vera. Enda þegar Heródes spurði prestana og fræðimennina hvar á Kristur að fæðast, þá stóð ekki á svörum hjá þeim og þeir vísuðu einmitt í þennan spádóm hjá Míka því til staðfestingar. Og við lesum uppfyllingu spádóms Míka í Matteus 2, 1 og 2, að þegar Jesús var fæddur í Betlehem í Júdeu á dögum Heródesar konungs, komu vitringar frá Austurlöndum til Jerúsalem og sögðu: hvar hinn nýfæddi konungur gyðinga? Við sáum stjörnu hans renna upp og erum komnir að veita honum lotningu. Hverjir voru þessi vitringar og hvaðan höfðu þeir þessa þekkingu á því að konungur gyðinga væri að fæðast í heiminn? Við megum ekki gleyma því að Daniel var vitringur í Babylon vegna mikillar visku Daniels og vegna þess að hann hafði farsællega bjargað lífi vitringana sem ekki gátu túlkað draum konungs í Daniel 2. Var Daniel mikils metinn meðal spámannana, enda bjargaði hann lífi margra þeirra. Þannig að við myndum vissulega búast við því að spámennirnir hafi lært mikið af Daniel hinn eina sanna Guð. Og margir gyðingar urðu eftir í Babylon eftir útlegðina og neituðu að fara tilbaka og voru jafnvel nú í hjónabandi með einstaklingi í Babylon. Og þetta gerir það enn líklegra að áhrif gyðinga hafi verið sterk á því svæði, jafnvel fram á tíma Nýja testamentisins. Hugsanlega hafi þeir lesið 4. Mósebók þar sem segir: stjarna rennur upp af Jakob og veldisbroti rís af Ísrael
og túlka það bókstaflega sem stjörnu á himni. Ekki heldur ólíklegt að þeir hafi þekkt spádóm Daníels í 9. kafla sem segir til hvenær Messías skyldi fæðast. Og þessi vitringar rönnsuguðu spádóma Biblíunnar Messías og þeir augljóslega bjuggust við uppfyllingu þeirra og þeir urðu ekki fyrir vonbrigðum. Síðan okkur sagt í Jesaja 7:14 að Messías skyldi vera fæddur af mey og það segir: fyrir því mun Drottinn gefa yður tákn sjálfur, sjá yngismær verður þunguð og fæðir son og lætur hann heita Immanuel. Og það sjáum við uppfyllt það sem segir í Matteus 1:22 og 23. Allt var þetta til þess að ræta skyldi orð Drottins fyrir munn spámannsins: sjá mærin mun þunguð verða og son ala, nafn hans mun vera Immanuel. Það þýðir Guð með oss. Og með því að koma til að búa hjá okkur átti Jesú að opinbera bæði mönnum og englum. Hann var orð Guðs lifað út í lífi hans. Og í bæn sinni fyrir lærisveinum sínum sagði hann: ég hef kunngjört þeim nafn þitt og mun kunngjöra svo að kærleikur þinn sem þú hefur auðsýnt mér sé í þeim og ég sé í þeim. En ekki eingöngu fyrir jarðnesk börn Guðs var þessi opinberun gefin. Litli heimurinn okkar er kennslubók alheimsins. Tilgangur Guðs með náðinni, lærdómurinn endurleysandi kærleika er þemað sem englar þrá að horfa í og það mun verða rannsókn þeirra endalausar aldir. Bæði hinir endurleystu og hinar óföllnu verur munu finna í krossi Krists vísindi sín og söng. Það mun koma í ljós að dýrðin sem skín í andliti Jesú er dýrð fórnfús kærleika. Í ljósi frá Golgata verður séð að lögmálið sjálfsafneitandi kærleika er lögmál lífsins, bæði fyrir jörðina og himinin. Að kærleikurinn sem leitar ekki síns eigin á upptök sín í hjarta Guðs og að í hinu hóværa og auðmjúka birtist eðli hans sem býr í ljósinu sem enginn getur nálgast. Og þá okkur sagt að hann skyldi vera kallaður frá Egyptalandi og sagti frá því í Hósea 11:1 að þegar Ísrael var ungur fékk ég ást á honum og frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Og vissulega á þessi texti við það þegar Guð leiddi Ísrael út úr Egyptalandi, en við sjáum það þegar við lesum í Matteusi að hann heimfærir þetta einnig upp á Jesú, eins og við sjáum í kafla 2 og versi 14 og 15. Hann vaknaði, tók barnið og móðir þess nóttina og fór til Egyptalands. Þar dvaldist hann þangað til Heródes var allur. Það sem Drottinn sagði fyrir munn spámannsins skyldi rætast: frá Egyptalandi kallaði ég son minn. Þannig sér Matteus þennan texta uppfyllast í Jesú, hvernig hann einnig þurfti að flýja til Egyptalands og vera síðan kallaður þaðan. Tíminn sem Jesú dvaldi í Egyptalandi var engin tilviljun. Það var ekki bara spurning að flýja Heródes konung, það var hluti af stærri áætlun Guðs. Við getum huggað okkur við það að vita að Guð er ávallt að verki, jafnvel þegar hlutirnir fara á annan veg en við hefðum hugsað okkur. Hann er stöðugt að búa til fallega sögu úr því sem virðist vera harmleikur og sorg. Tími Jesú í Egyptalandi er engin undantekning. Ferð hans þangað sýnir okkur að Guð getur notað allar kringumstæður okkur til góðs. Og fyrir okkur sem trúum á hann, þá getum við treyst því að í hvaða aðstæðum sem við lendum í, getum við verið vissum að Guð hafi eitthvað betra framundan fyrir okkur, samkvæmt hans tímaplani. Þá mun hann koma öllum hlutum saman í samræmi við sína áætlun sem lofar gleði, von og friði umfram það sem við gætum nokkurn tíman ímyndað okkur. Og því var einnig spáð í Jeremía kafla 31:15
að ungbörn yrðu drepin. Og svo segir drottin, rödd heyrist í Rama, harma kvein, beiskur grátur, Rakel grætur börnin sín, hún vill ekki huggast láta vegna barna sinna því að þau eru eigi framar lífs. Og þegar gyðingar fjarlægðust Guð, dró úr trúnni og vonin var næstum hætt að lýsa upp framtíðina. Orð spámannanna voru óskiljanleg. Fyrir fjöldan allan var dauðinn skelfileg ráðgáta, handan var óvissa og drungi. Það var ekki aðeins kvein mæðra í Betlehem, heldur grátur frá hjarta alls mannkynsins sem var borið til spámannsins í gegnum aldirnar. Í skugga dauðans sátu menn óhuggandi, menn þráðu komu frelsarans, Messíasar, þegar myrkrinu skyldi vera eitt og leyndardómur framtíðarinnar skýrður. Matteus sér uppfyllingu þess þegar hann skrifar í kafla 2:15-18 að þá sá Heródes að vitringarnir hefðu gabbað hann og varð afar reiður, sendi menn og lét myrða öll sveinbörn í Betlehem og nágrenni hennar, 2 vetur og yngri, en það svaraði þeim tíma hann hafði komist að hjá vitringunum. Nú rættist það sem sagt var fyrir munn Jeremías spámanns, rödd heyrðist í Rama, grátur og kveinstafir miklir, Rakel grætur börnin sín og vill ekki huggast láta því að þau eru ekki framar lífs. Matteus sá glögglega að hér rættist það sem Jeremía hafði spáð fyrir Og það eru margir textar í Gamla testamentinu sem vísa til þess að boðberi færi á undan Jesú. Eins og hér í Jesaja 43 þar sem segir, heyr kallað greiðið götu drottins í eyðimörkinni, ryðjið Guði vorum veg í óbyggðinni. Og einnig í Malaki 3:1, sjá ég sendi sendiboða minn og hann mun greiða veginn fyrir mér. Og svo aftur í kafla 4 og vers 5, sjá ég sendi yður Elías spámann áður en hinn mikli og ógurlegi dagur drottins kemur. Þetta rættist í persónu Jóhannes skýrara eins og við lesum í Lúkas 3 og 4. Og hann fór alla Jórdanbyggð og predikaði iðrunaskýrn til fyrirgefningar synda, eins og ritaðir í bók Jesaja spámanns, rödd hrópanda í eyðimörk, greiði veg drottins, gjöri beinar brautir hans. Og einnig í Matteus 11:10, hann sá sem ritað, sjá ég sendi sendiboða minn á undan þér, greiða mun veg þinn fyrir þér. Það vafðist ekkert fyrir höfundum Guðspjallana hvernig þetta rættist í Jóhannesi skýrara. Þetta hafði Jesú að segja Jóhannes eins og skrifað í Matteus 11 og 14. Sannarlega segi yður, enginn sá á konu fæddur sem meiri sé en Jóhannes skýrari, og ef þér vilji vita það og vilji við því taka, þá hann Elía, sá sem koma skyldi. Hvernig var Jóhannes skýrari og Elía spámaður líkir? Nú báðir predikuðu þeir iðrun þegar Ísrael hafði snúið sér frá Guði. Útlit þeirra var það sama, hægt var að bera kennsl á bæði Elía og Jóhannes jafnvel og fjarlægð af fatastíl þeirra. Það var ekki margir sem hefðu klæði úr úlfaldahári. Báðir fengu þeir að borða úr dýralífi eyðimerkurinnar. Báðir aðskildu sig frá fölskum trúabrögðum á sínum tíma. Báðir predikuðu þeir gegn hegðun Íls konungs og þeir voru báðir ofsóttir af spilltri drottningu og báðir höfðu þeir efasemdir. Jesaja segir einnig fyrir það í kafla 53 að Messíasi yrði hafnað af sínu eigin fólki. Það segir, hann var fyrirlitinn og menn forðuðust hann, hamkvæla maður og kunnugur þjánungum, líkur manni menn byrgja fyrir auglít sín, fyrirlitinn og við mátum hann einskis. Og síðan lesum við uppfyllingu þess hér í Jóhannes 1:11. Hann kom til eignar sinnar en hans eigin menn tóku ekki við honum. Og einnig í kafla 7 og vers 5, því jafnvel bræður hans trúðu ekki á hann. Af þessum sökum getur Jesú
haft samúð með höfnuninni sem við upplifum í okkar eigin lífi. Við getum gengið inn í návist hans og fundið huggun og frið frá slíkri höfnun. Höfnun getur birst í mörgum myndum og Jesús upplifði alla tegundir höfnunar, vantrú, virðingarleysi, samsæri, einmanaleika, svik, múgæsing og háð. Og þar sem Kristur upplifði slíka höfnun, þá getur við samsamað okkur honum og nálgast hann sem vin sem skilur okkur, huggar okkur, sýnir okkur samúð og okkur fyrirmynd í því hvernig við getum brugðist við í sömu aðstæðum. Einnig sagt fyrir það í Sálmi 2:7 að Messías yrði lýstur sonur Guðs. Það segir, ég vil kunngjöra ályktun drottins, hann mælti við mig, þú ert sonur minn, í dag gat ég þig. Og þetta sjáum við rætast í Matteus 3:16 og 17, en þegar Jesús hafði verið skírður, sté hann jafnskjótt upp úr vatninu og þá opnuðust himnarnir og hann sá anda Guðs stíga niður eins og dúfu og koma yfir sig og rödd kom af himninum, þessi er minn elskaði sonur sem ég hef velþóknun á. Hann var lýstur sonur Guðs og Guð hafði velþóknun á honum. Hann var lausnari mannanna, hinn voldugi Guð, eilífðar faðir, friðar höfðingi og það var við hæfi að rödd af himni kunngjörði það og að englarnir fengi að fylgjast með honum. Heilagur andi heiðrar hann með persónulegri nærveru sinni. Og það er rétt að við sem hann kom til að frelsa gefum honum óskipta athygli, tíma okkar og líf okkar allt. Nú það kemur einnig fram í sálmunum og það er merkilegt til þess að hugsa að sálmarnir hafi að geyma marga spádóma, ekki síst Messías. En í Sálmi 78, 2-4 sagt fyrir það að Messías myndi tala í dæmisögum. Og það segir, ég vil opna munn minn með orðskviði, mæla fram gátur frá fornum tíðum. Og það kemur einnig fram í Jesaja kafla 6 og vers 9, far og seg þessu fólki, hlýðið gæfilega til, þér skulu þó ekkert skilja, horfið á vandlega, þér skulu þó einskis vísir verða. Uppfylling á þessu sjáum við í Matteus 13, 10-15 þar sem segir, þá komu lærisveinarnir til hans og spurðu, hvers vegna tala þú til þeirra í dæmisögum? Og hann svaraði, yður er gefið að þekkja leyndardóma himnaríkis, hinum er það ekki gefið, því að þeim sem hefur mun gefið verða og hann mun hafa gnægð, en frá þeim sem eigi hefur mun tekið verða jafnvel það sem hann hefur. Og þess vegna tala ég til þeirra í dæmisögum að sjáandi sjá þeir ekki og heyrandi heyra þeir ekki né skilja. Á þeim rætist spádómur Jesaja, með eyrum munu þér heyra og alls ekki skilja og sjáandi munu þér horfa og ekkert sjá. Þannig að ef þú ert að velta því fyrir þér hvers vegna Jesús talar í dæmisögum, þá voru lærisveinarnir að furða sig á þessu líka. Og Kristur útskýrir þetta sjálfur í textanum. Það er til þess að þeir sem vilja loka augum og eyrum fyrir sannleikanum fái ekkert meira. En þeir sem eru fúsir til að hlusta og taka við, fái af gnægð. Og það er engin tilgangur að gefa þeim meira sem eru ekki fúsir til að taka við. Frekar að gefa þeim sem hlusta og tilhenga sér það sem sagt er. Og í Sálmi 8:3 okkur sagt að Messías lofaður af litlum börnum. En það segir að munni barna og brjóstmylkinga hefur þú gjört þér vígi til varnar gegn óvinum þínum til þess að þagga niður í hefndagirni óvinarins. Og Mattei segir okkur frá hvernig þetta rættist. Æðsti prestarnir og fræðimennir sáu dásemdaverkið sem hann gjörði og heyrðu börnin hrópa í helgidóminum, Hósana, syni Davíðs. Og þeir urðu gramir við og sögðu við hann, heyrir þú hvað þau segja? Og Jesús svaraði þeim, já, hafið þér aldrei lesið þetta? Af
barnamunni og brjóstmylkinga byrðu þér lof. Hvers vegna voru æðstu prestarnir gramir? Það var vegna þess að þeir litu á þetta sem hræðilega villu hjá börnunum. Börnin hrópuðu, Hósana, syni Davíðs, og voru þannig að viðurkenna að hann Messías, sem að þeir gerðu alls ekki. Og þeir litu á þetta sem hræðilega villu. Börn sem tilbáðu hann sem Messías, og Jesús var ekkert að leiðrétta þau. Í þeirra huga ætti Jesús að vera skelfingu lostinn yfir því að hann hafi leitt þessi saklausu börn af þau. Jafnvel valdið því að þau fremdu guðlast. Og vissilega myndi Jesús stöðva það fljótt, en í staðinn sá Jesús ekkert athugavert við það að fá lof þeirra. Hann samþykkti það af ákafa og studdi gjörðir þeirra með því að vísa til ritningarinnar í Gamla testamentinu sem að trúa leiðtogarnir myndu kannast við. Börnin höfðu skilið það sem leiðtogarnir gátu ekki skilið, og Jesús var fyrirheitinn frelsari þeirra. Þessir leiðtogar gyðinga voru þaggaðir niður og skömm þeirra opinberuð af lofi barnanna. Og í Sakaría 9:9 að finna í raun tvöfaldan spádóm Messías, annars vegar að Messías yrði kallaður konungur og einnig að Messías kæmi inn í Jerúsalem á asna. Og það segir, fagna þú mjög dóttir Síón, lát gleði látum dóttirinn Jerúsalem, sjá konungur þinn kemur til þín, réttlátur hann og sigursæll, lítillátur og ríður asna, ungum östnufóla. Þetta sjáum við rætast í Markús 11:7-10, þar sem segir, síðan færður þeir Jesú fólan og lögðu á hann klæði sín hann settist á bak, og margir breiddu klæði sín á veginn eða aðrir lim sem þeir höfðu skorið á völlunum, og þeir sem á undan fóru og eftir fylgdu hrópuðu, Hósana, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins, blessað sé hið komandi ríki föðurvors Davíðs, Hósana í hæstum hæðum. Og versi segir okkur hvers vegna drottinn konungur okkar veitir okkur slíka gleði. Réttlátur hann og sigursæll. Hann blandar saman réttlæti og miskunn, réttlæti gagnvartinu óguðlega og velþóknun fyrir fólki sitt. Hann hefur unnið úr mjög svo alvarlegum vanda. Hvernig getur Guð verið réttlátur en samt bjargað hinum syndugu? Hann réttlátur í sinni eigin persónu en bar refsingu syndarinnar. Hann laus við synd en tók á sig sjálfveljugur synd okkar allra. Eftir að hafa þolað hina hræðilegu prófraun hann hólpinn og fólk hans hólpið í honum. Honum ber að heilsa með Hósana-köllum sem táknar bæði hróp eftir hjálp og á sama tíma lof til Guðs. Hvar sem hann kemur færir hann sigur og þar af leiðandi hjálpræðið með sér. Hann rekur óvin þjóða sinnar, mylur höfuð höggormsins og leiðir fanga hans til frelsis. Við dáumst að réttlætinu sem markar ríki hans og hjálpræðinu sem fylgir yfiráðum hans. Þannig hrópum við, blessaður sé sá sem kemur í nafni drottins. Ennfremur ritað hann að hann lítillátur sem ekki hægt að segja marga konunga og höfðingja jarðarinnar, né myndu þeir kæra sig að láta það segjast þá. Sjá, þessi vor Guð. Við vonuðum á hann, að hann myndi frelsa oss. Þessi drottinn, við vonuðum á hann, fögnum og gleðjumst yfir hjálpræði hans. Amen.